Innviðasjóður opinn samkeppnissjóður sem starfar samkvæmt lögum opinberan stuðning við vísindarannsóknir. Hlutverk sjóðsins að styðja við uppbyggingu rannsóknarinnviða á vegvísi. Rannsóknarinnviðir falla undir innviðasjóð og njóta verkefni á vegvísi forgang við úthlutun styrkja. Á vegvísi tilgreindir viðamiklir innviðir og innviðakjarnar sem uppfylla kröfur að styðja við gæði í rannsóknum og samræmist áherslum vísinda- og tækniráðs. Með því að skilgreina slíka kjarna og huga að uppbyggingu til framtíðar markmiðið að sækja fram og auka nýtingu og áhrif þeirra rannsóknarinnviða sem byggðir upp með styrkjum frá Innviðasjóði. Árið 2021 eftir samtal stjórnar Innviðasjóðs og vísindasamfélagsins var fyrsti vegvísir rannsóknarinnviði á Íslandi gefinn út af mennta- og menningarmálaráðuneytinu í samvinnu við stjórn Innviðasjóðs og Rannís. Þau 6 verkefni sem valin voru á vegvísinu eftirfarandi: efnagreining frá frumefnum til lífsameinda, efnavísinda og efnaverkfræðisetur, EPOS Ísland eða European Plate Observing System, frá sameindum til sniðlækninga, heildstæð aðstæða fyrir nútíma lífvísindi, íslenski rafrænir innviðir og miðstöð stafrænna hugvísinda og lista. Já, markmiðið með tækjauppbyggingunni í gegnum vegvísi Rannís í efnisvísindum og efnisverkfræði að styrkja innviðina til þess að þróa ný efni og svo jafnframt líka greina efni. Þegar kemur að því að skoða eiginleika efna þá hugsum við oft þau sem statíska einhvern leyti, að sum efni séu málmar eða rafleiðandi og önnur séu glær og hleypa ljósi í gegn. En þessir eiginleikar eru mjög margbreytilegir og sérstaklega þá eftir því hvernig ytri aðstæður eru. Og hvernig þessir eiginleikar breytast mjög áhugavert, sérstaklega ef maður vill nota þau í hagnýtum tilgangi, þess að vita hvernig þau þá skemmast eða þola aðstæður, að þá gott að geta rannsakað innri eiginleikana og sjá hvernig þeir breytast við segulsvið, hitastig og skoða svo eðlisfræðina þarna á bakvið. Vegvísaverkefnið hefur núna verið í gangi í 2 ár og innan efnisvísinda og efnisverkfræði hefur við sett upp gríðarlega mikið af nýjum rannsóknartækjum og nýjum tækjum til þess að þróa ný efni og jafnframt líka þessi strategíska framtíðarhugsjón sem að maður sér í vegvísunum, að það gaman að geta nýtt hana jafnvel ennþá lengra og byggja upp þá stærri verkefni svona sameiginlega milli stofnana og háskóla hérna á Íslandi. Innviðasjóður kallar eftir umsóknum einu sinni á ári að hausti. Auk styrkja til vegvísaverkefna þá veitir sjóðurinn styrki til kaupa, uppbyggingar eða meiri háttar viðgerða á tækjum, gagnagrunnum, hugbúnaði og öðrum þeim búnaði sem telst mikilvægur fyrir framfarir í rannsóknum á Íslandi.